Samkomulag endurbætur og aðstöðu fyrir farþega og þjónustuaðila á Reykjavíkurflugvelli, samanber 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 6. nóvember og til máls tekur hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta nokkuð sérstakt mál. Hvað það snertir að hér verið að bera upp til staðfestingar samning sem að undirritaður var 19. apríl 2013. Hann hafði þá áður verið kynntur bæði í umhverfis- og skipulagsráði og borgarráði og hafði átt sér reyndar töluvert langan aðdraganda og hann hafði verið umtalsvert samráð við bæði ráð. Þrátt fyrir undirritun að þá láðist að leggja hann fyrir borgarráð til staðfestingar og beðist velvirðingar á því. En samkomulagið fjallar endurbætur og aðstöðu fyrir farþega og þjónustuaðila á Reykjavíkurflugvelli og milli innanríkisráðherra og borgarstjórans í Reykjavík. Og þar var verið að formgera í raun ákvörðun sem hafði verið tekin áður að falla frá áformum byggingu samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri, svokölluðu norðurkosti, en í staðinn að þá var verið að undirbúa endurbætur og aðstöðu, ákveða að undirbúa endurbætur og aðstöðu fyrir farþega, þjónustuaðila og rekstraraðila flugvallarins. Hugsunin var svo að Isavia tæki yfir rekstur og eignarhald á núverandi flugstöð Flugfélags Íslands og gerði viðskiptaáætlun fyrir nýja flugstöð. Að þriðja flugbrautin svokallaða, norðaustur-suðvestur flugbrautin, verði lögð af, svo vitnað sé beint í textann með leyfi forseta, og það land sem losnar við það sunnan vallarins verði skipulagt undir blandaða byggð. Innanríkisráðuneytið auglýsi lokun flugbrautar samhliða auglýsingu deiliskipulags nýrra flugstöðvar. Tilvitnun lýkur. Það var talað að hraða deiliskipulagsgerð á svæði flugstöðvarinnar sem kostur væri, þannig að hægt væri að hefja áætlaðar endurbætur sem fyrst. Það fjallað afmörkunina vegna þess að það eru flugskýli 6 svokallað á Reykjavíkurflugvelli sem staðsett næst Skerjafirði. Það stendur á mörkum þess svæði sem samkomulagið fjallar og skýlið stendur innan flugvallargirðingar þar til næst niðurstaða niðurrif þess eða flutning, og þá talað að girðingin færist í þá legu sem öryggissvæði flugbrautar markar. Það talað að tryggja sanngjarni á flugmarkaði í tengslum við endurbæturnar, en jafnframt með leyfi forseta endurbæturnar verði hannaðar þannig að þær verði auðveldar til breytinga og brottflutnings ásamt því að skýrt sé að Reykjavíkurborg verði ekki skuldbundin til greiðslu bóta komið til brottflutning starfsemi á svæðinu. Tilvitnun lýkur. Síðan var talað það að allt áætlunarflug færðist til endurbættrar flugstöðvar og að tekið yrði mið af samgöngustefnu Reykjavíkurborgar á svæðinu við endurbætta flugstöð. Isavia taki upp gjaldtöku á öllum bílastæðum og tryggt verði endurgjaldslaus aðkoma almenningssamgangna við farþegaaðstöður. Síðan var það tiltekið að flugöryggi svokallaðrar norðaustur-vesturbrautar verði bætt með því að gróður í Öskjuhlíð skagi ekki upp í hindrunarfleti og auglýst verði deiliskipulag vegna aðflugsljósa og fundin lausn fyrir nauðsynlegar vélar og tæki vegna reksturs vallarins við austanverðamöllin. Þá kveðið á það að allri umferð herflugvéla og flugi í þágu hertengdra starfsemi Reykjavíkurflugvöll verði hætt að undanskildum þeim tilvikum sem Reykjavíkur þjónar hlutverki sem varaflugvöllur og vegna öryggis- og björgunarstarfa. Þá voru aðilar sammála að kannaðir verði möguleikar á hringtengingu strætó Reykjavíkurflugvöll og fyrir liggur yfirlýsing af hálfu Isavia ohf. Að slík hringtenging sé möguleg en eftir að útfæra hana endanlega. Segir í samkomulaginu mun endanleg útfærsla taka mið af því hvort Reykjavíkurborg hyggst ráðast í fyllingar í Skerjafirði, en það þá í tengslum við framtíðarbyggðina. Síðan var settur niður 4 manna starfshópur sem átti að fylgja eftir ákvæðum samkomulagsins
og það er skemmst frá því að segja að sá hópur vann ágætlega og lagði að ýmsu leyti grunninn að breytingu á deiliskipulagi sem síðan var að veruleika eftir að gerður var nýr samningur nokkrum mánuðum síðar sem að innihélt sömu ákvæði. Því rifja ég þetta upp svona kannski ítarlegar en einhver myndi telja tilefni til þar sem að 1,5 ár er síðan en það er vegna þess að það vill nánast stundum gleymast að oft hefur verið samið að loka 3. flugbrautinni. Það er algjörlega afdráttalaust og án fyrirvara í þessu samkomulagi sem að Jón Gnarr borgarstjóri og Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra skrifuðu undir 19. apríl 2013 en á sér býsna langa forsögu eða allt til 1999 og er enn lengur því að það var ein af niðurstöðum í skýrslu samband flugs og byggðar sem að gerð var 1990 í kjölfar alvarlegs flugslys við flugvöllinn þar sem að kanadísk ferjuflugvél fór niður og þeir sem í henni voru létust. En þannig að þegar kom að endurgerð Reykjavíkurflugvallar 1999 að þá var sest niður og samið og Reykjavíkurborg náði loksins fram samningsmarkmiðum sem höfðu legið til grundvallar aðalskipulagi nokkru áður og ef ég man þetta rétt meðal annars síðasta aðalskipulagi sem að þáverandi borgarstjóri Davíð Oddsson lagði hér fram gerði ráð fyrir því að 3. brautin færi og æfingakennslu og einkaflug færi annað en fyrir þessu hef ég reyndar bara minnið en allavega að þá var gerð sérstök bókun af hálfu þáverandi samgönguráðherra Sturlu Böðvarssonar og þáverandi borgarstjóra Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur sem að gerði ráð fyrir því að 3. brautin myndi leggjast af en settur ákveðin fyrirvara af hálfu samgönguyfirvalda það að sambærileg braut myndi opna í Keflavík. Það var ekki efnt, jafnvel þó að þessi áform voru sæmilega tímasett, en eftir mikið stímabrak að þá gerði sami samgönguráðherra, þar að segja Sturla Böðvarsson, nýtt samkomulag 11. febrúar 2005 við þáverandi borgarstjóra Steinunni Valdísi Óskarsdóttur sem gekk út á það að samgöngumiðstöð myndi rísa í Vatnsmýri. Það er rétt að vitna bara beint í þetta samkomulag því að þar er þetta tímasett enn frekar og segir með leyfi forseta: Samgönguyfirvöld loki norðaustur suðvestur flugbrautar Reykjavíkurflugvelli í síðasta lagi í árslok 2005 og við það muni skapa svæði til annarra nota samkvæmt sérstöku samkomulagi aðila þar Þau muni þegar hafa viðræði við núverandi notendur brautarinnar og flugvallastjórnin á Keflavíkurflugvöllum aðra kosti svo flugöryggi verði ekki stefnt í hættu, samanber bókun samgönguráðherra og borgarstjóra frá 1999. Þarna segir enn fremur hert verð á framkvæmd þeirra stefnumörkunar aðstöðu fyrir æfinga, kennslu og einkaflug sem sett var fram í 3. tölulið bókunar samgönguráðherra og borgarstjóra frá 1999 vegna Reykjavíkurflugvalla. Nú í sama minnisblaði að þá er kveðið sérstaklega á það að gerð skuli úttekt framtíð flugstarfsemi í Vatnsmýri og það í kjölfari fylgdi svokölluð Helga Hallgrímssonar nefnd og vinna og heilmikil skýrslugerð og það sem segir í þessu samkomulagi að úttektin skuli byggja á samanburði ólíkra kosta, þar á meðal einnar brautarlausn, tveggja brautarlausn og þeim kosta öll flugstarfsemi hverfi af svæðinu. Með öðrum orðum var ekki talin ástæða til þess að hafa 3. brautina með, enda var það eitt af markmiðum úttektarinnar að kanna hversu mikið land gæti losnað án þess að völlurinn þyrfti að fara.
þessu tengt og tengt samgöngumiðstöðvarmálinu að þá var þarna þegar þetta samkomulag var gert í byrjun árs 2005 ekki komið niðurstaða það hvar ætti að staðsetja samgöngumiðstöðina en svokallaður norðurkostur var fyrir valinu en norðurkosturinn var annar af tveimur kostum, hinn var staðsettur á Hótel Loftleiðum og norðurkosturinn staðsettur á 3. flugbrautinni. Þannig að í maí 2007 á grundvelli tillagna sameiginlegs vinnuhóps samgönguráðuneytisins, flugmálastjórnar og Reykjavíkurborgar samgöngumiðstöð að þá 3. brautin, þar sem norðanmegin við völlinn, tekin af aðalskipulagi Reykjavíkur með sérstakri breytingu að beiðni flugmálayfirvalda. Og þetta í maí 2007. Þannig að eftir maí 2007 hefur verið ljóst að allar breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar þyrftu eðli málsins samkvæmt að fela í sér að minnsta kosti þessi norðurhluti 3. brautarinnar yrði tekin af skipulagi. Nú, ekki fór brautin alveg strax, en það var gert aftur samkomulag samráðsnefnd málefni Reykjavíkurflugvallar sem átti að fylgja eldri samkomulagum eftir og þetta samkomulag var gert í apríl 2009 af Kristjáni Möller, þáverandi samgönguráðherra og Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þáverandi borgarstjóra. Og aftur vísað til sömu gagna og hér hefur verið farið yfir og sömu markmiða og það ekki orðlengja að þessi mál í ákveðnu ferli. Það nefnd undir forystu Rögnu Árnadóttur að fara yfir þau. Það yfirstandandi öryggisúttekt á vegum Isavia á lokun 3. brautarinnar. Sú úttekt í mínum huga snýst ekki það hvort að 3. brautinni verði lokað, heldur hvort að þurfa að opna sambærilega braut í mótvægisskyni í Keflavík. En ég vona að niðurstöður úttektarinnar liggi fyrir von bráðar, þannig að hægt sé að framkvæma samkomulagið, en ég legg sem sé til þó seint sé að borgarstjórn staðfesti samning innanríkisráðherra og borgarstjóra frá 19. apríl 2013. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir. Forseti, borgarstjóri og kæru borgarfulltrúar. Í umræðum Reykjavíkurflugvöll og lokun brautar 0624 eða neðarbrautar eins og gjarnan nefndi í þessari daglegu umræðu vísar háttvirtur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson ítrekað til fyrir samkomulaga eins og hann hefur farið yfir hérna fyrir okkur nú í ræðustóli. En mér langar að fara þess yfir þessi gögn með ykkur. Það vísað allt aftur til ársins 1990 en og þar ber að nefna skýrslu undir formennsku Álfheiðar Ingadóttur sem skilað var til þáverandi samgönguráðherra þann 30. nóvember 1990 og bar hún heiti Reykjavíkurflugvöllur, sambýli flugs og byggðar. Á blaðsíðu 2 í þeirri skýrslu segir, með leyfi forseta: Nefndarmenn komust að þeirri niðurstöðu að gerð áhættumats vegna Reykjavíkurflugvallar krefðist yfirgripsmeiri og sérhæfðari rannsókna en væru á færi nefndarinnar. Auk þess sem ekki liggur fyrir ákvörðun stjórnvalda það hvað teljist ásættanleg áhætta af rekstri flugvallar í Vatnsmýri. Tilvitnun lýkur. Af þessu má draga þá ályktun að þessi nefndin var einungis pólitískt skipuð hafi ekki verið á hennar færi að meta áhrif lokunarbrautarinnar á nothæfi stöðu flugvallarins né þá auknu slysahættu sem af slíkri lokun myndi skapast vegna aukinna fjölda hreyfinga á vellinum við slæm veðurskilyrði og efri mörk leyfilegs hliðarvinds. Þessi skýrsla var aldrei send flugráði til umsagnar á sögn Leifs Magnússonar, formanns ráðsins á árunum 1980 til 1994 og hefur þessi skýrsla því ekkert gildi í umræðunni. Í öðru lagi til stuðningsmálinu vísað í bókun sem þáverandi borgarstjóri Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og þáverandi samgönguráðherra Sturla Böðvarsson undirrituðu þann 14. júní 1999 eins og borgarstjóri kom inn hér áðan
og í þeirri bókun hlutast til að í aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 til 2016 skuli Reykjavíkurflugvöllur vera áfram miðstöð innanlandsflugs á skipulagstímabilinu en gert ráð fyrir gagnaðgerðum eins og til dæmis með hertum flugumferðarreglum. Einnig kemur fram í bókuninni að gert sé ráð fyrir að æfinga og kennsluflug flytjist á annan flugvöll í hæfilegri fjarlægð frá Reykjavík og þessu atriði hefur verið að miklu leyti framfylgt að því leyti sem að því hægt með uppbyggingu á flugvöllum á Stórakroppi og Sandskeiði en eðli málsins samkvæmt mun alltaf einhver hluti flugkennslunar þurfa að fara fram á Reykjavíkurflugvelli og stafar það af því að flugmenn nemendur þurfa ákveðna þjálfun í stjórnuðu loftrými og þjálfun í aðflugi með blindflugsbúnaði. Eins og glöggir borgarfulltrúar geta séð þar sem þessi bókun fylgdi með skjölunum okkar, þá hvergi einu orði minnst á lokun brauta 0624 í þessu skjali og það því gildislaust í þessu umræðu lokun brautarinnar. Þriðja skjalið sem gjarnan vitnað til nefnisminnisblað borgarstjóra og samgönguráðherra samgöngumiðstöð í Vatnsmýri og Reykjavíkurflugvöll sem undirritað var þann 11. febrúar 2005. Þar horft til tveggja kosta eins og borgarstjóri kom inn áðan varðandi uppbyggingu og samgöngumiðstöð. Þar kemur líka fram að sameiginleg skipulagsvinna eigi að vera á svæði samgöngumiðstöðvar og að samgönguyfirvöld loki braut 0624 í síðasta lagi í lok árs, þar sem lok árs 2005. Og muni hefja viðræður við flugvallastjórnina á Keflavíkurflugvelli aðra kosti svo að flugöryggi verði ekki stefnt í hættu. Hert verði á framkvæmd stefnumörkunar fyrir æfinga og kennslu og einkaflug eins og kom inn á og að samgönguráðherra og borgarstjóri séu sammála að með byggingu samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni sé ekki verið að taka afstöðu til framtíðar flugvallarins. Sturla Böðvarsson hefur sjálfur sagt að þessi kostur sem gefinn var á því að loka braut 0624 hefði verið háð tveimur grunnforsendum að það yrði þáttur í heildarsamkomulagi ríkis og borgar óskerta framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni og í öðru lagi að lokum flugbrautarinnar kemi ekki til álita fyrir en aftur hefði verið opnuð til notkunar flugbraut með sömu stefnu á Keflavíkurflugvelli. Einnig tel ég þarft að benda á að þegar farið var að þessu af stað með þessar hugmyndir breyttar Reykjavíkurflugvöll og 2 flugbrautir og allt niður í eina eins og borgarstjóri kom inn á áðan, það var heilbrigðiskerfi okkar landsmanna hér með allt öðrum hætti. Fjórðungssjúkrahús voru ennþá opin og ótöldum ýmsum heilbrigðisstofnunum út á landi og þar getum við til dæmis bara nefnt fæðingardeild í Vestmannaeyjum. Fjórða skjalið, ég veit að það er þreytandi að hlusta á þessa upptalningu en mér finnst ég knúin til þess að rekja þetta hérna fyrir ykkur. Fjórða skjalið sem gjarnan er vitnað til minnisblað samgönguráðherra Kristjáns Möller og borgarstjóra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur dagsett 8. apríl 2009. Þar kemur fram að unnið sé að undirbúningi samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri og að samráðsnefnd milli ríkis og borgar verði skipuð framtíðarstaðsetningu flugvallar fyrir innanlandsflug. Þetta allt sem við þekkjum og hefur oft verið komið inn á og þar er sagt að í samræmi minnisblað borgarstjóra og samgönguráðherra frá 11. febrúar 2005 sem ég minnst á áðan verði braut 0624 lokað en ekki sé verið að taka afstöðu til framtíðarstaðsetningar flugvallarins. Og átti lokunin að vera fyrsti áfangin við framkvæmdir á nýrri samgöngumiðstöð. Bæði þetta minnisblað og minnisblað síðan 2005 áttu að vera liður í uppbyggingu nýrra samgöngumiðstöðar og tengd framkvæmdar atriði. Forsendunni fyrir lokunin var eins og ég kom inn á áðan að opna yrði ný samsvarandi braut í Keflavík og hafði Sturla Böðvarsson samgönguráðherra gert ráð fyrir þeirri framkvæmd í tillögu sinni að samgönguáætlun Alþingis. Kristján Möller sem var samgönguráðherra frá maí 2007 til maí 2009 strokaði hins vegar þá framkvæmd út af borðinu. Og sem ég skilst að þá hafði Reykjavíkurborg sjálf frumkvæðið að því að samgöngumiðstöð var slegin út af borðinu 10. nóvember 2010 og telli því að þessi minnisblöð séu bæði ómerk í umræðinni frá þeim degi þar sem að forsendur þeirra hafa verið brotnar. Einnig fylgir með gögnunum okkar samkomulag samráðsnefnd málefni Reykjavíkurflugvallar frá sama tíma og fyrrgreint samkomulag það apríl 2009 og vinna þessar nefndar er niðurfallin þar sem Rögnunefndin svokallað hefur tekið við þessu kefli. 5. skjalið sem oft er vitnað til og fylgir með okkar gögnum er samkomulag skipulag og byggingu á landi ríkisins við Skerjafjörð dagsett 1. mars árið 2013 vegna fyrirhugaðrar sölu ríkisins á svæði á suðvesturhluta flugvallarsvæðisins.
Við teljum það líka vera ómerkt í þessari umræðu vegna þess í desember 2013 ákvað Alþingi með afgerandi hætti að hafna öllum heimildum til sölu lands undir flugvellinum. Enda eru ekki heimildir til slíkra aðgerða í fjárlögum en þær duttu út í lok árs 2013. Þetta verðmat sem þarna kemur fram, það er kannski óþarfi að fara út í það, en það teljum við einnig vera algjöra fjarstöðu það sem að ríki átti að fá raskan milljarð eða ef allt fer á besta veg og þessu upphæði því aðeins 10% af því verðmæti sem haldið verið fram með verðmæti lóða í Vatnsmýri. Svo vil ég líka benda á skipulagslögin númer 123/2010, 51. grein, en þar segir, með leyfi forseta, nú veldur gildistaka skipulagsáætlana því að verðmæti fasteigna lækkar, nýtingamöguleikar hennar skerðast frá þá sem áður var heimild eða hún rýrnar svo hún nýtist ekki til sömu nota og áður og á þá sá sem sýnt getur fram á að hann verði fyrir tjóni af þessum sökum rétt af bótum úr sveitasjóði eða ríkissjóði eftir atvikum vegna landsskipulagsstefnu eða að sveitasjóður leysi fasteignina til sín. Tilvitnun lýkur. Ég tel svo að við séum ekki búin ég vil benda á að það er hvergi staðfest að ríkið samþykki þessu eign sem Reykjavíkurflugvöllur sætti sig við þá skerðingu á eign sinni og mun ekki fara fram á skaðabætur við borgina þar sem heimild til sölu landsins er farin úr fjárlögum samkvæmt fundi mínu með formanni fjárlaganefndar í gærkvöldi. Hér er lagt fram skjal til samþykktar. Samkomulag endurbætur á aðstöðu farþega og þjónustu aðila á Reykjavíkurflugvelli dagsett 19. apríl 2013. Við teljum að ekki sé forsvaranlegt að samþykkja þetta skjal þar sem það var undirritað af fyrrverandi innanríkisráðherra og fyrrverandi borgarstjóra með fyrirvara samþykki borgarráðs. En það var ekki lagt fyrir borgarráð á þeim tíma, heldur var það gert núna 7. nóvember síðastliðinn. Einnig hefur Ögmundur Jónasson sjálfur komið fram sem var þá innanríkisráðherra og skrifa grein að þetta samkomulag sé með öllu ómerkt því að ríki og borg hafi bæði margbrotið samkomulagið. Ef staðið hefði verið við samkomulagið, bæði af hálfu ríkis og borgar, væri ný flugstöð risin á Reykjavíkurflugvelli sem og að öll aðstæða fyrir flugið væri stórbætt. Fjármunir fyrir sölu hluta ríkisins af landinu undir flugvellinum hefði runnið til þessa verkefnis og vísa ég því aftur til ákvörðunar Alþingis frá því desember 2013 að hafna öllum heimildum til sölu lands undir flugvellinum og þar með tekið úr fjárlögum. Svo ég komi nú með mína persónulega skoðun inn í þetta, þá held ég að það veri misráðið að ætla ríkinu að eyða fjármunum í nýja flugstöð eða leggjast í stórfelldar endurbætur á þeirri gömlu ef að flugvöllurinn á einungis að halda sér til ársins 2022 og ég vissum að við getum öll verið sammála að það er hægt að verja þeim fjármunum til margra betri eða annara verkefna sem eru hærra á forgangslistanum. Svo er lagt fyrir okkur úttekt á framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar sem að við teljum einnig vera ómerkt plagg þegar kemur að umræðu nýtingarstuðul flugvallarins og áhættumatið vegna þess að ný reglugerð flugvelli nr. 464/2007 tók gildi í lok mars árið 2007 og er skýrslan því unnin út frá eldri reglugerð sem ekkert gildi hefur nú í dag en skýrslan kemur út í apríl 2007. Þessu til staðfestingar er kafli 3, flugtæknileg úttekt sem vísar í skýrslu hollenska ráðgjafafyrirtækisins NLR sem reikna nýtingu flugvallarkosta með 15 og 30 núta hliðarvindastöðul í stað 10 og 13 núta eins og lagt er fyrir í reglugerð flugvelli nr. 464/2007. Þarna kemur fram á blaðsíðu 20 að nýting Reykjavíkurflugvallar sé 99%, það er að veðurfarsskilyrði á flugvellinum hamli flugi í aðeins 1% tilvika. Með lokun brautar 0624 reikna með að nýtingarhlutfalli lækki í 98% þessar skýrslu. Rétt er að taka það fram að reglugerðin flugvelli nr. 464/2007 gerir kröfur 95% lágmarksnothæfistöðul. Þessi fulllegum skýrslunar er því miður byggð á algjörlega röngum reikniforsendum en það kemur fram á blaðsíðu 31 að miða hafi verið við 15 og 30 núta hliðarvind í stað 10 og 13. Alþjóðleg ákvæði flugvelli eru birt í viðauka 14 við stofnskrá Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og eru þau ákvæði skráð í íslensku reglugerð flugvelli sem ég minntist í áðan, nr. 464/2007.
Þar orðið nothæfisstuðull skilgreint og nákvæmlega hvernig hann skuli reiknaður út. Fyrir Reykjavíkurflugvöll skal miða við 13 hnúta hlíðarvindstuðul fyrir flugvélar eins og Fokker en 10 hnúta hlíðarvindstuðul fyrir minni vélar. Í reglugerð flugvelli segir í grein nr. 25: Áhættugreining og áhættumat. Gera skal áhættugreiningu og áhættumat eftir því sem við á og í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Áhættumati vegna lokunar norðaustur-suðvestur flugbrautar hefur ekki verið lokið og varast ber að rugla saman áhættumati og útreikningi á nothæfisstuðli. Svo eru það nýjustu samkomulögin sem eru síðan í október 2013 og við könnumstum öll við þar sem hefur verið mikil umræða þau. Í fyrra samkomulaginu sem undirritað af Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni forsætisráðherra, Jóni Gnarr borgarstjóra, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra, Degi B. Eggertssyni sem þá var formaður borgarráðs og Björgólfi Jóhannsssyni forstjóra Icelandair. Þar kemur fram að aðilar séu sammála að staðsetning innanlandsflugvallar á höfuðborgarsvæðinu sé fyrsti kostur. Samþykkt einnig að setja á fót samráðshóp sem fer undir nafninu Rögnunefndin í daglegu tali til þess að fullkanna aðra kosti og í norður-suðurbrautinni tryggður sess í aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2022. Seinna samkomulagið undirrituðu hins vegar einungis Hanna Börða Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra og Jón Gnarr borgarstjóri, sem segir að aðilar fylgi eftir auglýstu deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir stækkun flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Vatnsmýri, enda starfsemi hennar óháð staðsetningu innanlandsflugs. Í lið 2 kemur fram að ljúka í vinnu við deiliskipulag flugvallarsvæðisins og auglýsa lokun brautar 0624 því samhliða. Enn fremur kemur fram að þegar að lokun brautarnar hafi verið staðfest verði ný lendingarljós tekin í notkun og nauðsynlegur fjöldi trjáa í Öskjuhlíð felldur í þágu flugstarfseminnar. En samkvæmt mínum heimildum þá hefur Isavia ítrekað reynt að fá samþykki borgarinnar fyrir lækkun eða fellingu trjánna út frá öryggissjónarmiðum flugsins þar sem þau hindrað aðflugs- og brottflugsstefnu austur-vesturbrautarinnar en án árangurs. Rétt að taka það fram að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, skrifaði ekki undir seinna samkomulagið þar sem hann vildi ekki gera neitt til þess að skerða starfsemi flugvallarins á meðan að Rögnunefndin væri að störfum en hún áskila niðurstöðum sínum í árslok 2014. Þó svo að mér skilst að þeir hafi beðið frest sem að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ætti nú að geta upplýst okkur þar sem hann á sæti í nefndinni. Ég verð að segja fyrir mitt leyti að þá finnst mér það ekki til eftirbreytni að taka áhættu á að skerða flugöryggi til þess að ná einhverju lokatakmarki fram, það að segja lokun brautar 0624 með því að leyfa ekki niðurfellingu trjánna. Þess vegna ég vil ítreka að hæstvirtur borgarstjóri getur þá kannski upplýst með það freka þar sem hann sagði að borgin hafi tryggt sér kaup á lóð við enda Skerjafjarðar en samkvæmt viðtali mínu við formann fjárlaganefndar í gær þá það ekki rétt þar sem heimild til sölu landsins sé fallin úr gildi og plaggi því með öllu ómerkt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sínu og þá háttvirtur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Eða takk til máls. Jú, það einn á þetta. Þá býður þú? Ok, þá það borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sem næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi dagskrárliður út af samkomulagi sem var undirritað fyrir allnokkru síðan og ég ætla nú svona fyrst og fremst að tala það og afstöðu okkar í Sjálfstæðisflokknum til þess. Ástæðan fyrir því að þetta komið hér inn á dagskrá borgarstjórnar svo að við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við greiddum atkvæði gegn samkomulaginu í borgarráði. Við töldum að það væri mikilvægt að þetta fengi umræðu hér inn í borgarstjórn og eftir að við greiddum atkvæði gegn samkomulaginu á þeim forsendum að þetta væri eins og hálfs árs gamalt plagg undirritað viku fyrir alþingiskosningar
og í rauninni ekki tekið alvarlegar en svo að það var aldrei borið upp í borgarráði til samþykktar eða synjunar. Þannig að við töldum að það væri orðið bara úrelt plagg. Margt breyst síðan að það var, meðal annars að nýrra samkomulag um rögnunefndina svokölluðu. Eftir þetta að þá kemur líka fram að hálfu fyrrverandi innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar að hann afneitar þessu samkomulagi. Ég ætla ekki svo sem að vera að fara gegnum það aftur sem að borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir talaði hér áðan, en það náttúrulega mjög sérstakt að fara að staðfesta þetta samkomulag sem að í rauninni hefur ekkert mikla stoð í raunveruleikanum lengur. Það einhvern veginn búið að breyta forsendunum. Ég segi, og hef auðvitað alltaf sagt, ég vil sjá að borgin haldi í sinn flugvöll. Það er mjög mikilvægt að höfuðborgin sé með þá tengingu sem að þarf í innanlandsfluginu, í sjúkrafluginu, í almannafluginu að hluta þó að það hefur verið dregið úr því. Alls konar þjónustu sem að tengist fluginu, varaflugvöllur fyrir millilandaflugið, millilandaflugvöllur að hluta tengingu við Færeyjar og Grænland, og það sem að ég er algjörlega sannfærður að mun koma miklu meira upp í umræðuna, hlutverk flugvallarins sem almannavarnaflugvallar. Þess vegna segi ég, bíðum eftir rögnunefndinni. Það getur ekki verið langt í að hún skili af sér. Ég vona að borgarstjóri koma aðeins inn á það hér og eftir. Við eigum ekkert að vera að fikta í neinum af þessum málum meðan að rögnunefndin er að störfum, fáum hennar niðurstöður og tökum þá afstöðu til mála og við erum ekkert að staðfesta einhver eldgömul og úrelt samkomulög sem að eiga í sjálfu sér ekkert erindi við okkur lengur. Þannig að við munum leggja fram bókun hér á eftir og vill forseti að ég lesa hana núna. Eins og vilt. Ég kem bara upp á eftir og lesa hana þegar svona í lok umræðuna, en ég boða semst bókun í þessum málum. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það var ekki laust við að ég fyndi til ákveðna samúðar með borgarfulltrúunum hér áðan sem rakti öll samkomulögin sem að væru ómerk og þar með væntanlega þeir sem aðeins stóðu algjörir ómerkingar sem hefði ekki hundsvit á því sem að var að tefla, en þetta er væntanlega nokkrar kynslóðir forvígismanna í íslensku flugi sem að hafa nú meðal annars átt sinn þátt í því að byggja upp þá velgengni sem að Keflavíkurflugvöllur hefur notið, og þeir eru nú ekki meiri vitleysingar en svo að Íslendingum hefur verið treyst fyrir því að hafa forystu flugumferðarstjórn á öllu Norður-Atlantshafi. Því að í öllum þessum nefndum sem að höfðu svona lítið vit á málum sátu flugmálastjórar og helstu sérfræðingar Íslands í flugi og þeir voru allir sammála það að þriðju flugbrautinni mætti loka. Það þyrfti hugsanlega að opna aðra sambærilega braut í Keflavík, en þeir voru allir sammála að það mætti loka henni, og samningarnir falla á engan hátt úr gildi þó að áhuga fólk þetta mál lýsið yfir að þeir telji þeir þá ekkert gildi hafa. Bókunin lokun þriðjubrautarinnar var beinlínis sett inn í skipulagsskilmála deiliskipulagsins frá 1999. Rétt eins og Ögmundarsamkomulagið sem við erum hér að fjalla meira að minna allt að finna í deiliskipulagsskilmálum með breytingunum á deiliskipulaginu á Reykjavíkurflugvelli sem að samþykkt var í upphafi þessa árs, og hefur sannarlega gildi. Samningurinn kaupin á Skerjafjarðarlandinu hefur á sama hátt fullt gildi, enda var hann undirritaður án fyrirvara, enda var heimild til sölunar
í fjárlögum ársins 2013 þegar skrifað var undir söluna. Greiðslu þarf hins vegar ekki inn af hendi fyrr en að brautin er lokað. Og þá mun væntanlega reyna á hvort það ekki verði afhent afsal vegna hennar, en það mun hafa verið skoðun einhverja að sérstaka svokallaða pósitífa heimild þyrfti til að afhenda afsal af sölu sem væri búið að semja og það er alveg rétt að formaður fjárlaganefndar hefur lýst þeirri skoðun að það þyrfti sérstaka heimild til afsals, en í þeim fjárlögum sem ég hef flett að þá hef ég hvergi séð að þurfi sérstakar afsalsheimildir hafa á annar borð verið gefnar heimildir til þess að standa að sölu einhver eigna. En ég er ekki sérfræðingur á því svið og það mun bara einfaldlega og væntanlega reyna á það þegar þar að kemur. Það að staðfesta það samkomulag sem við erum að gera hér í dag tengist út af fyrir sig ekki starfi Rögnu-nefndarinnar, en ég get upplýst það að starf þeirra nefndar gengur ágætlega og okkur er ætlað að skila í síðasta lagi árslok. Það geti eitthvað aðeins dregist en það er ekki mikið. Ég vil hins vegar undirstrika það að í samkomulaginu sem skrifaður undir í Hörpu við forsætisráðherra og innanríkisráðherra að þá var gert beinlínis ráð fyrir því að brautin yrði lokað samhliða auglýsingu og breyttu deiliskipulagi fyrir Reykjavíkurflugvöll, sem er líka andinn í Ögmundarsamkomulaginu, þannig að það er raun nær liðið ár síðan það átti að loka brautinni. Væntanlega tengist það því að öryggisúttektin er ekki lokið, en þegar henni er lokið þá ætti ekkert að vera vanbúnaði, að því gefnu að öryggisúttektin styðji við það að það sé óhætt. Og ég held að allir sem hafa kynnt sér þetta mál í gegnum tíðina séu nú þeirra samfæringar sama hvað sagt er í fjölmiðlum að öryggisúttektin muni án efa sýna fram á að það sé óhætt að loka þriðjubrautinni. En nóg það, ég held að þurfi ekki að orðlengja þessa hluti og ekkert að vanbúnaði að staðfesta þann samning sem að hér fyrir liggur, en ítreka ég biðst velvirðingar á því að það sé ekki gert fyrr. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Greta Björk Egilsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarstjóri, kæri borgarfulltrúar. Ég þakka samúð háttvirts borgarstjóra Dags B. Eggertssonar fyrir það að ég hafi rakið þessi samkomulag fyrir ykkur. En að sjálfsögðu var ég ekki að leggja það til að þeir menn sem hafi unnið þessum samkomulögum í gegnum árin væru ómerkingar. Síður en svo, eins og ég kom fram í máli mínu áðan, þá hafa menn verið að koma fram sem hafa verið þessi tengdir, eins og til dæmis Ögmundur Jónasson, og tala að þessi samkomulag sem hér eru rædd séu ómerk þar sem að þau hafa verið brotin sí og æ í gegnum árin og ekki fylgt eftir til hlítar. Hvað varðar afsalsheimildir í fjárlögum, þá skal ég bara viðurkenna það hér og nú að formaður fjárlaganefndar upplýsti mig ekki þær, en ég skal bara verða mér út þær upplýsingar. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björk Egilsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Það er andsvörum lokið og umræðum og borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallar vinna áskilja sér rétt til bókunar og það gera fulltrúar meirihlutans líka og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa boðað bókun. Viltu lesa hann upp núna? Já. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson er næstur á mælendaskrá þá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við erum með stutta bókun við þennan lið. Og við sem sagt munum sitja hjá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við afgreiðslu þessa samkomulags og hér segir í bókunni: borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks staðfesta ekki samkomulag sem Jón Gnarr, þáverandi borgarstjóri, taldi sig vera að gera við innanríkisráðherra
fyrir 1,5 ári, 1 viku fyrir alþingiskosningar. Samkomulagið var reyndar ekki tekið alvarlegar en svo af þáverandi formanni borgarráðs að það var aldrei borið upp í borgarráði til samþykktar eða synjunar og hefur því ekki hlotið gildi. Það er vægast sagt undarlegt að staðfesta samkomulag við Ögmund Jónasson 1,5 ári eftir að hann hefur látið embætti innanríkisráðherra. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að ekki verði teknar ákvarðanir varðandi framtíð Reykjavíkurflugvallar eða fleiri samningar gerðir meðan svokölluð rögnunefnd er að störfum. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun sjálfstæðismanna og aðrir borgarfulltrúar hafa áskilið sér rétt til bókunar. Við göngum þá til atkvæða 5. lið á dagskrá þar sem samþykkja samkomulagið gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 2 og hjásetu 4. Þá göngum við til 6. liðar á dagskrá.